Loftþrýstingur y, hektopascal, minnkar með hæð x kílómetrar yfir sjávarmáli. Samkvæmt formúlunni y jafnt og 1013 sinnum 0,887 í veldinu x. Y er þá loftþrýstingurinn í hektopaskalum og veldið er hæðin í kílómetrum yfir sjávarmáli. Það eru tvær óþekktar stærðir í þessari jöfnu, það er hektopaskalinn og það er hæðin í kílómetrum. Í A-lið þá vill hann fá að vita hve mikill loftþrýstingurinn er í 3 kílómetra hæð. Hér er jafnan 1013 sinnum 0,887 í veldinu hæðin er jafnt og loftþrýstingurinn. Ég ætla að hafa y hérna hægra megin í staðinn fyrir að hafa það hérna vinstra megin. Þannig að hér er það mætt hægra megin. Setjum upp jöfnuna og setjum inn það sem við vitum. 1013 sinnum 0,887 í veldinu 3, af því það er hæðin í kílómetrum, er þá jafnt og hektopaskalinn. Reiknum út 0,887 í þriðja veldi, þá fæ ég út þessa tölu hér, 0,69786. Margföldum það með 1013, þá fæ ég út að hektopaskalinn er 706,936 hektopascal. Það er loftþrýstingurinn í 3 kílómetra hæð, samkvæmt þessari jöfnu. Nú í B-lið þá spyr hann, í hvaða hæð mælist 400 hektopascal loftþrýstingur? Sem sagt, nú veit ég hektopascalan, það er að segja y-ið, en ég þarf þá að finna þetta x. Ég þarf þá að losna við þetta 1013 og 0,887 til þess að geta einangra x-ið. Byrjum á því að losna við 1013. Það er sinnum hérna á milli, þá ger ég akkord öfugt, ég deili með 1013 og gera það báðum megin. Þá dettur það út hérna vinstra megin, þannig að eftir stendur 0,887 í veldinu x er jafnt og 400 deilt með 1013, sem er þá jafnt og þessi tala hér 0,39486. Nú er veldið óþekkta stærðin, þannig að ég þarf að taka lógarithman af því hérna vinstra megin, og ef ég gerir það öðru megin, þá verður ég að gera það sama hinum megin líka, og við þetta fer þá x-ið fyrir framan lógarithman, það dettur niður fyrir framan, en talan er þá komin í lógarithman, lóg af 0,887, hinum megin við samsamerkið, þar er það taka lógarithmin af 0,39486, þannig að hér stendur núna hægra megin lóg af 0,39486. Þá þarf ég núna að losna við þetta lóg af 0,887 í burtu frá x-inu og það er verið að margfalda hérna með því, þannig að ég ger akkurat öfugt við þessa margföldun, ég deili með lóg af 0,887 og gera það báðum megin. Og þá dettur það út hérna vinstra megin við samansammerkið og verður að einum, þess vegna stendur eftir 1x hérna vinstra megin, en þegar ég slæði þetta inn í reiknivélina sem er hægra megin, þá fæ ég út að loftþrýstingurinn er 400 hektopascal í 7,75 kílómetra hæð.